Hvað setur? Góðan dag, ég ætla að býða ykkur hér með velkomin á 328. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég ætla að byrja á því að óska eftir set fund og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef ekki, þá ætla ég að renna yfir þá sem sitja hér í fundarsalnum í dag. Það Anton Kári Halldórsson, Tómas Birgir Magnússon, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Margrét Jóna Ísusdóttir, skrifstofu- og fjármálastjóri sem ritar fundargerð og Sigurmundur Páll Jónsson sem sér tækni og útsendingamál hér í dag. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundarins minnisblað sveitarstjóra 13. júní 2. Já, fyrirgefiði maður. Fór ég aldeilis fram úr mér. Gott að hafa hérna vökul augu í salnum. En áður en við göngum til dagskrá þá láðist mér að óska eftir að bæta 2 málum á dagskrá fundarins. Það mál 29 og 30, fundargerðir byggðarráðsnúmer 256 og 257. Aðrir liðir færast eftir því. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár þessa fundar. Fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra 13. júní 2024. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að venja að renna yfir svona nokkra punkta og fara yfir það sem á daga okkar hefur drifið undanfarið. Að venju stiklaði ég á stóru á nokkrum af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélögin okkar að fást við þessa dagana. Sveitarstjóri og skipulags- og byggingafulltrúi áttu fundi með forsvarsmönnum Ferðafélags Íslands og útivistara nú á dögunum. Tilgangur fundana var að ræða málefni aðstöðu félaganna í Þórsmörk. Ferðafélagið á og rekur sína aðstöðu í Húsadal og Langadal og útivist á og rekur sína aðstöðu í Básum. Umrædd svæði öll innan þjóðlendu og því gilda þau sérstök lög og reglur. Sveitarfélagið hefur á undanförnu unnið að stofnun þjóðlendnanna í samráði við forsætisráðuneytið sem hefur forsjá yfir öllum þjóðlendum landsins fyrir hönd ríkisins. Ein af þeim reglum sem þjóðlendu gilda að ef fyrirhuguð notkun eða nýting þeirra til lengri tíma en 1 árs ber að auglýsa þá nýtingu, sem til dæmis geti verið lóðarréttindi líkt og við á Þórsmerkursvæðinu. Fyrirhugað að auglýsing lausar lóðir á Þórsmerkursvæðinu verði birt næsta haust og í kjölfarið verði þeim réttindum úthlutað og gerðir samningar. Ferðafélagið og útivist hafa lýst yfir vilja til þess að halda sínum rekstri áfram og byggja hann upp að myndarskap til framtíðar. Sveitarfélagið og umrædd félög hafa átt gott samstarf hin ýmsu mál hingað til og vonir standa til þess að það komi til með að dafna vel til framtíðar. Aðalfundur samtaka sunnlenskra sveitarfélaga var haldinn í Vestmannaeyjum þann 7. júní. Fundurinn var vel sóttur af sveitarstjórnarmönnum á Suðurlandi og átti Rangárþing eystra þar 5 fulltrúa. SAS mikilvægur samstarfsvettvangur fyrir sveitarfélögin á Suðurlandi þar sem mótuð sameiginleg stefna og áherslur fyrir landshlutann. Eitt helsta verkefni fundarins var að hefja vinnu við stefnumörkun fyrir sóknaráætlun Suðurlands fyrir árin 2025 til 2029. En gildandi sóknaráætlun rennur sitt skeið nú í lok árs. Það mikilvægt að sveitarstjórnarmenn og íbúar allra sveitarfélaga á Suðurlandi leggi sitt lóð á vogarskálarnar til að móta áætlunina sem best og hún nýtist til uppbyggingar sveitarfélaga á Suðurlandi. Megináherslur gildandi áætlunar snúa að umhverfismálum, samfélagsmálum og atvinnu- og nýsköpunarmálum. Það verður spennandi að taka þátt í þeirri vinnu sem framundan við gerð nýrrar sóknaráætlunar fyrir landshlutann, en út frá gildandi áætlun hefur talsvert fjármagn ratað til verkefna í Rangárþingi eystra, samfélaginu til mikilla hagsbóta. Innviðaráðherra skipaði starfshóp í september 2023 fýsileika jarðgangna milli lands og Vestmannaeyja. Hlutverk hópsins var að setja fram sviðsmyndir mismunandi útfærslur jarðganga og meta arðsemi framkvæmdarinnar. Þá var starfshópnum falið að leggja fram og kostnaðarmeta áætlun þær jarðfræðilegu rannsóknir sem og aðrar rannsóknir sem framkvæma þarf svo unnt verði að leggja endanlegt mat á fýsileika framkvæmdarinnar.
Undirritaður hefur setið í umræddum hópi sem fulltrúi Rangárþings eystra. Það hefur verið einkar fróðlegt og ljóst að ef af vegtengingu til Vestmannaeyjar verður í framtíðinni mun það hafa veruleg áhrif á samfélagið í Rangárþingi eystra. Hópurinn hefur nú skilað skýrslu sinni til innviðaráðherra og eru helstu niðurstöður hennar að vinna þurfi þrepaskipta rannsókn á jarðlögum á hafsbotni á fyrirhugaðri gangaleið áður en nýtt endurmat á stofnkostnaði og fýsileika er lagt fram. Sýnt þykir að ávinningur af framkvæmdinni er mikill, ekki síst vegna mikils tímasparnaðar vegfarenda og aukinnar umferðar ferðamanna. Jarðgöng munu tengja saman Suðurland og Vestmannaeyjar í eitt atvinnu- og þjónustusvæði og Rangæingar fengju aðgang að stórri útflutningshöfn. Hér er þó aðeins fyrsta skref af mörgum að ræða og frekari rannsóknir munu leiða í ljós hvort fýsilegan kost er að ræða. Í millitíðinni þurfum við í Rangárþingi eystra að halda áfram að gera okkur gildandi og hafa málefni Landeyjahafnar að segja. Þar er fjöldinn allur af ónýttum tækifærum. Reglulega eru haldnir fundir í samráðsvettvangi sorpsamlaga á Suður- og Vesturlandi. Þessi vettvangur er okkur dýrmætur þegar kemur á lausnum er varðan móttöku og afsetningu sorps ásamt svæðisáætlanagerð fyrir svæði til framtíðar. Á fundi hópsins nú í lok maí var haldin kynning á sorpstöð Rangárvallasýslu og þeim fyrirmynda árangri sem við Rangæingar höfum náð með því að taka að okkur sjálf söfnun og móttöku alls sorps í sýslunni. Það vekur eftirtekt margra hversu framarlega við stöndum í þessum málum og hversu lág gjöld við innheimtum af okkar íbúum fyrir þjónustuna. Það er okkur hvatning að heyra slík viðbrögð og hvetur okkur til að gera enn betur. Einn liður í því er að finna nýja og umhverfisvænni farvegi fyrir þann úrgang sem verður eftir þegar flokkun hefur átt sér stað. Í dag er þeim úrgangi skipað til Evrópu þar sem hann er brenndur til orkuvinnslu. Nú hefur Sorpstöð Rangárvallasýslu skrifað undir viljayfirlýsingu við Sorp Orku ehf. Uppsetningu á brennslustöð á Strönd. Gert er ráð fyrir að sú brennslustöð ná að brenna allt að 2500 tonnum á óendurvinnanlegu sorpi á ári og framleiði heitt vatn til húshitunar innan starfsvæðis Sorpstöðvar Rangárvallasýslu. Líkt og flestum íbúum er væntanlega kunnugt og hefur áður verið fjallað í mínu minnisblaði, þá hefur sveitarfélagið selt eign sína að Hlíðavegi 14 sem undanfarin ár hefur hýst meðal annars sögusetrið og kaupfélagssafnið. Tímarnir hafa breyst og hefur verið tekin ákvörðun að hætta sýningahaldi í núverandi mynd. Sýningar hönnuður beggja sýninga hefur verið fenginn til að stýra því verki sem felst í því að leggja niður núverandi sýningar. Flestir af munum safnanna eru í einka eða opinberri eigu annarra aðila en sveitarfélagsins og eru eigendur þegar byrjaðir að nálgast sína muni. Einnig hafa aðilar sýnt því áhuga að fá til sín hluta kaupfélagssafnin til uppsetningar á smærri sýningum. Skógasafn mun taka við hluta sýningarinnar og verða henni gerð skil á safninu. Nýr eigandi að húsnæðinu að Hlíðavegi hefur einnig óskað eftir því að hafa áfram uppi hluta af Njálusýningu. Unnið er að tæmingu húsnæðisins þessa dagana og er vandað til verka varðandi skráningu og utanumhald allra muna sýningana. Það sjást þess glögglega merki í okkar samfélagi núna að vinnuskóli sveitarfélagsins hefur hafið störf. 30 ungmenni starfa við vinnuskólan í sumar við fjölbreytt verkefni undir dyggri stjórn verkstjóra vinnuskólans. Það er gríðarlega mikilvægt starf sem krakkarnir vinna fyrir sveitarfélagið okkar. Þá einna helst við fegrun umhverfis víðsvegar í sveitarfélaginu ásamt fjöldanum öllum að tilfallandi verkefnum. Mig langar að koma á framfæri þakklæti til allra þeirra krakka og ungmenna sem vinna hjá okkur við þessi mikilvægu störf því það er alls ekki sjálfgefið að slíkt gangi og hafa þó nokkur sveitarfélög þurft að fella niður sína vinnuskóla þar sem ekki hefur fengist starfsfólk til að sinna þeim störfum. Ég er ansi hræddur að það myndi sjá verulega á umhverfi okkar sveitarfélags ef ekki væri fyrir öflugan vinnuskóla. Þá er einnig komin á fullt til ýmsu leikjanámskeið fyrir yngri hópinn okkar. Þar er vel skipulögð og skemmtileg dagskrá og njóta þessi námskeið mikilla vinsælda og eru vel sótt. Ég hvet alla íbúa til að kynna sér vel dagskrá sumarsins sem í boði hjá okkur í Rangárþingi eystra. Þar ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Starfsmenn sveitarfélagsins í áhaldósi og verktakar í vinnu hjá sveitarfélaginu sitja heldur ekki auðum höndum þessa dagana. Unnið er að fjölbreyttum verkefnum vítt og breytt í sveitarfélaginu. Yfirborðsfrágangur á götum í Hallgerðartúni fer brátt að byrja, enda rís þar ný byggð með miklum hraða og hvert húsið á fætur öðru er að taka á sig mynd. Byggingaframkvæmdir eru hafnar á síðustu lóðum í Hvolstúni og verður það því fullbyggt innan tíðar. Framkvæmdir við endurbyggingu á gangstétt og bílastæði við ráðhúsið okkar hér á Austurvegi 4 er í fullum gangi og verður aðgengi og ásýnd til fyrirmyndar. Málun merking á götum er talsvert verkefni í byrjun hvers sumars og er langt komin nú þegar.
Slátturgengið okkar fer víða og hirðir gras á opnum svæðum víðsvegar í sveitarfélaginu og sumarstarfsmenn garðyrkjudeildar fegra okkar umhverfi með fallegum sumarblómum í beðum og kerjum ásamt allskyns viðhaldsframkvæmdum. Íbúar í Rangárþingi eystra ekki undanskildir í þessum dugnaði og flestir taka virkan þátt með því að snurfusa í sínum görðum langt fram á bjartar sumarnætur. Vel gert allir. Og að lokum, nú má segja að sumarið sé brostið á eftir smá hikst, þó svo að við Sunnlendingar getum lítið kvartað miðað við tíðarfarið sem Norrlendingar hafa þurft að kljást við undanfarin misseri. Dagurinn fer að vera samfelldur allan sólarhringinn og oft á tíðum mikil áskorun að leggjast í hvílu, því hvað bjásamlegara en bjartar sumarnætur á Íslandi. 17. júní nú á næsta leyti og fögnum við að þessu sinni einnig líka 80 ára afmælis lýðveldisins Íslands. Það eru mikil hátíðarhöld og gleði framundan í sveitarfélaginu og hvet ég alla til að sækja sem flesta viðburði sem skipulagðir eru hér í okkar sveitarfélagi þann dag. Sumarið stutt, njótum þess í botn, gleðjumst, ferðumst og verum glöð. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn, takk fyrir það og takk fyrir góða yfirferð, Anton Kári. Eins og ég hef oft sagt, þá afar mikilvægt fyrir okkur að fá svona yfirsýn yfir það sem að verið að gera hérna dagsdaglega á milli funda sveitarstjórnar. Þetta okkar tækifæri til þess. Ég tek undir, ég vil gleðjast yfir öllu því góða sem hér verið að gera og hérna sem sumarverkin eru mjög mikilvæg auðvitað. Mér langar aðeins að minnast á varðandi kaupfélagssafnið. Það hefur vissulega verið aðeins rætt það hjá okkur og við vissum auðvitað því að við pakka niður. Ég gleðst yfir því að það var að fara upp að skógum, enda ber að minnast þess að þarna voru merkir starfsmenn sem að lögðu mikla vinnu í þetta safn á sínum tíma. Margrét Björgvinsdóttir og Matthías Pétursson sem voru þá starfsmenn Kaupfélags Rangæinga og starfsmannafélagi gaf eigur sínar, meðal annars sumarhús í Borgarfirði til þess að þetta safn geti orðið að veruleika. Þannig að ég legg áherslu á og mig langar að heyra hvenær áætlað að það fari upp á skógum, svo það loki ekki, af því að það auðvitað gaman að hafa þessa sögu uppi þó að það megi svo deilum hver markhópurinn fyrir safn af slíku tagi, en söfn höfðu auðvitað mismunandi fólks. Mér langar líka að leggja áherslu á að því að þá tala mikið verkefni sem þarf að fara í sumar, sem eru auðvitað fjölmörg og ég gerir mér grein fyrir því að sumarið stutt og við erum auðvitað með mjög duglegt starfsfólk. Ég vil bara árétta að það verði vandað til verk og farið í þau verkefni sem þegar hefur verið samþykkt að framkvæma. Svona aðeins að fara yfir listana að þau fái pláss á verkefnalista sumarsins. En annars bara takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Herðu, varðandi skóga, þá hefur það verið gert fulltrúi skógasafns búinn að koma tvisvar eða þrisvar núna á kaupfélagssafnið og í rauninni merkja þá muni og þær sýningar sem hann hyggst hýsa. Það er nú ekki komin endaleg tímasetning á það, en vonandi verður það sem allra fyrst að það náttúrulega búa svo hnútana að það komist fyrir þeir munir sem fara þangað. Og svo öðru að því að eins og ég kom inn á líka að stór hluti náttúrulega af safninu, kaupfélagssafninu úr eigu Kaupfélags Árnesinga og annars staðar frá Eyrarbakka og Selfossi. Og það eru sýningarhönnurinn sem tók að sér sem sett upp sýningarnar og tók að sér að ganga frá þeim. Hann í góðu samstarfi við þessa aðila og það unnið að uppsetningu þá hluta sýningarna jafnvel í miðbænum á Selfossi að einhverju leyti í gömlu húsunum þar
Ósunur á Eyrarbakka og fleiri stöðum. Þannig að þetta gengur ágætlega, við tekum undir og við höfum svo sem komið inn á það áður og áður í minnisblaðinu kæra þakkir til þeirra sem stóðu að uppsetningu safnsins á sínum tíma, bæði Kaupfélagssafnsins og Sögusafnsins. Þetta var mikilvægt og hefur nýst okkur vel. Varðandi framkvæmdir sumarsins, þá það einmitt bara algjörlega rétt og við höfum oft verið með mjög miklar áætlanir miklar framkvæmdir og við höfum bara allt of oft lent í því ekki náð að framkvæma það sem við ætluðum okkur að gera. En við reynum svo sannarlega að halda vel á spöðunum og það eru allir að leggjast á eitt að láta það ganga, bæði okkar starfsmenn og verktakar og vonandi náum við bara að gera allt það sem okkur langar til að gera og ætluðum að gera og það verður til sóma. Takk. Takk fyrir Anton Kári, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég vil bara segja í sambandi við Kaupfélagssafnið að ég mun fylgja því eftir við Skógasafn að sjá hvað hægt að gera þar. Þetta merkileg saga sem skiptir héraðið okkar miklu máli og sjálfsagt að reyna að gera henni góð skil. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið þá förum við í annan dagskrárlið og það kosning í byggðarráð. Tillaga skipun í byggðarráð samanborið 1. málsgrein 49. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra 810/2022. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá les ég eftirfarandi tillögu skipan í byggðarráðs upp til samþykktar. Byggðarráð kosið til 1 árs í senn, 3 aðalmenn og 3 til vara. Aðalmenn Árný Hrund Svavarsdóttir, Rafn Bergsson og Tómas Birgir Magnússon. Varamenn Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Bjarki Oddsson og Kristjane L. Banner. Þeir sem Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk. Það hefur láðst að óska eftir tilnefningu frá minnihlutanum í byggðarráð, þannig að það breyting á okkar hálfu. Þannig að við ætlum að tilnefna Bjarka Oddsson sem okkar fulltrúa í byggðarráð. Takk fyrir það, Lilja. Þá ætla ég að lesa þetta aftur upp. Byggðarráð kosið til 1 árs í senn, 3 aðalmenn og 3 til vara. Aðalmenn Árný Hrund Svavarsdóttir, Bjarki Oddsson og Tómas Birgir Magnússon. Varamenn Sigríður Karolína, hver kemur inn þá sem varamaður? Tökum smá fundarlið bara. Ég bara að fá að koma upp í... Já, fyrirgefðu okkur. Ekkert fundarlið. Áfram gakk, Lilja, gjörðu svo vel. Já, við vorum nú ekki með tilnefndan varamanna því að okkur langaði að athuga varðandi nýjar samþykktir hjá okkur hvort það beri að tilnefna varamenn. Samþykktirnar segja að varamenn skuli vera komin inn í byggðarráð í þeirri röð sem þeir eru kjörnir. Kannski erum við að túlka það eitthvað vitlaust. En má kannski skjóta upp á skjáinn samþykktunum. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Áttundi. Ég held svo sem að það sé hægt að túlka það alveg á tvo vegu, en þetta svo sem hefur verið viðhöfð. Það alltaf tilnefndir varamenn og ég sé í raun ekki af hverju við ættum ekki bara að halda því, eins og verið hefur undanfarin áratugi eða áratugi. Takk fyrir það, Anton Kári. Ég legg til að við tökum stutt fundarhlé. Já, komiði sæl aftur.
Það er annar dagskrárliður sem við ætlum að klára eftir þetta fundarhlé. Það er kosning í byggðarráð, tillaga skipan í byggðarráð, samanber 1. málsgrein 49. greinar samþykktar stjórnar sveitarfélagsins Rangárþings eystra 810/2022. Og ég ætla að lesa upp hérna uppfærða bókun. Byggðarráð kosið til 1 árs í senn, 3 aðalmenn Árný Hrund Svavarsdóttir, Bjarki Oddsson og Tómas Birgir Magnússon. Varamenn taka sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir í sveitarstjórn þegar aðalmenn forfallast, samanber 27. grein samþykkta stjórn Rangárþings eystra. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 3. dagskrárlið þessa fundar, það er kosning oddvita og varaoddvita. Í samræmi við 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra skulu oddviti og varaoddviti kosnir til 1 árs í senn. Er einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi tillögu oddvita og varaoddvita. Tillaga er að Tómas Birgir Magnússon verði kjörinn oddviti og Sigríður Karólína Viðarsdóttir varaoddviti. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. dagskrárliður. Það er sumarleyfi sveitarstjórnar 2024. Sveitarstjórn Rangárþings eystra gerir tillögu að sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 8. grein 3. kafla stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra. Í sumarleyfi sveitarstjórnar fer byggðarráð með störf og ákvarðanir sem sveitarstjórn hefur ella samkvæmt 32. grein 5. kafla stjórn Rangárþings eystra. Sumarleyfi er frá 11. júlí til 11. september 2024 og falla því sveitarstjórnarfundir í júlí og ágúst niður. Þess má geta að byggðarráð fundar að jafnaði 1. og 3. fimmtudag í mánuði. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Já, Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundarmenn, takk fyrir. Bara kannski, ég veit ekki hvort á heimildir þessum lið, en mér langaði bara kannski að spyrja í leiðinni hvenær sveitarstjóri hyggist taka sitt sumarleyfi. Þannig að það sé kannski svona upplýsingar það. Takk. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir Lilja. Já, það get ég upplýst það eru 3 vikur ákveðnar, ein í þarnæstu viku orkumót í Vestmannaeyjum, ein vika í kringum landsmót og ein vika strax eftir verslunarmannahelgi. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta undir atkvæði með sumarleyfi sveitarstjórnar 2024. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður, erindi til sveitarstjórnar, upphreinsun skurða. Lagt fram erindi Búnaðarfélags Austurlandeyinga þar sem skorað á sveitarstjórn Rangárþings eystra að koma upphreinsun skurða í gott lag. Í erindinu kemur fram að undanfarin ár hefur dregið stórlega úr upphreinsun og er kerfið ekki að virka eins og staðan er. Þá bendir fundurinn á það að stóri skurður sem tekur við nær öllu frárennslisvatni sveitarinnar er ekki lengur að virka sem skyldi
og er bráð nauðsyn að hann verði grafinn upp. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Þetta nú svo sem eitthvað sem hefur margoft verið hérna rætt skipulag á þessum skurðum sem að sveitarfélagið hefur heimild til að taka þátt í kostnaði við að framræsa. Flestir eru þeir nú í Landeyjunum. Ég held nú það er nú tillaga bókun hérna að afla gagna og annað slíkt hvað hefur verið gert sko í varðandi uppreisn skurða þá þarf kannski ekkert endalaust að vera að horfa mikið inn í fortíðina og ég held við eigum kannski bara að fókusera hvernig er staðan núna og hvað þarf að gera. Og það er mjög misjafnt bara hvað uppreinsun í skurðum endist lengi. Suma þarf að hreinsa á 3 ára fresti, aðra 20 ára, þannig að það er svolítið erfitt að ákveða hvað að gera út á því sem hefur verið gert. Þannig að mín hugmynd eða tillaga er eiginlega af því að það er margoft búið að fjalla þetta, að við setjum saman starfshóp sem skilir tillögum og forgangsraði verkefnum. Mín tillaga ég kastaði þessu nú bara hérna út og biðst afsökunar að hafa ekki verið búin að koma þessu formlega á framfæri, en þetta er eitthvað sem var bara að gerjast í hausnum á mér í morgun og á leiðin á fund. En mér dettur í hug að við myndum skipa starfshóp og það væri 1 fulltrúi frá embætti skipulags- og byggingafulltrúa, hugsanlega 2 fulltrúar úr umhverfis- og skipulagsnefnd. Svo myndi þessi 3 aðilar funda með stjórnum búnaðarfélaganna í viðkomandi sveitum. Þeim væri falið að meta stöðuna, forgangsraða verkefnum, reyna að setja saman áætlun til 3 til 4 ára hvað þyrfti að gera til að koma málunum í betra horf. Við getum svo í fjárhagsáætlunarvinnunni í haust þá haft þetta til hliðsjónar og ef það vantar meira fjármagn til þetta þá myndum við taka það til skoðunar að auka fjármagn í 3-4 ár kannski eða einhvern ákveðin tíma, fer bara eftir umfangi verkefnisins og koma þessu þannig í betra horf. Ég nefni stjórnir búnaðarfélagana þó að þær hafa ekki formlega lengur umsjón yfir þessu, þá er þetta enga síður góð tenging út í sveitirnar á hverjum stað. Þetta erindi kemur frá búnaðarfélagi og ég held að sé bara mjög gott að fá þá að borðinu. Samhliða þessu þyrfti þessi hópur að meta eða ákveða hvernig þetta yrði svo gert til framtíðar. Eins og nú minnst á í þessu bréfi að stóri skurður sem er aðal fráveitur skurðurinn sé orðinn veruleg þörf á uppreinsunar. Einn möguleiki væri að taka hann út fyrir sviga og bara hreinsa hann með sér fjármagni og þá myndi hugsanlega hitt fjármagni duga til að halda hinu við, en þetta eru bara vangaveltur og ég hef ekki svo sem forsendur. En ég vildi kasta þessu fram. Mér finnst þetta er oft rætt áður að fyrirkomulagið sé ekki nógu gott á þessu. Og við höfum vísað þessu til skipulags- og byggingafulltrúa, við höfum kallað eftir frá búnaðarfélögunum og málin hafa ekki komist á hreyfingu. Þannig að þetta er mín tillaga til að gera eina tilraun að því enn að koma þessu í eitthvað betri farveg. Takk. Takk fyrir þetta Rafn. Ég legg til bara við tökum stutt fundarhlé. Já, velkomin aftur. Við erum í 5. dagskrárlið. Það er upphreinsun skurða og já, það er lagt fram erindi frá Búnaðarfélagi Austur-Landeyinga og ég ætla nú ekki að lesa aftur innganginn, en er einhverjir fleiri sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn þakkar Búnaðarfélagi Austur-Landeyja fyrir erindið. Sveitarstjórn leggur til að skipaður verði starfshópur til að yfirfara málefni varðandi upphreinsun skurða. Hópurinn verði skipaður einum starfsmanni sveitarfélagsins auk 2 nefndarmanna
skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 7. dagskrárliður samhæfð svæðisskipan farsældaráða. Lagt fram erindi SAS þar sem óskað er eftir afstöðu sveitarfélagsins þá hugmynd að stofnað verði farsældaráð í hverjum landshluta. Í tengslu við það hefur ráðuneytið lýst yfir vilja sínum til að gerður verði viðaukasamningur við sóknaráætlanir landshlutanna að landslutasamtökin fái fjárhagslegan stuðning til þess að ráða verkefnastjóra í 2 ár til þess að útfæra starfsemi farsældarráða og þá í nánu samstarfi við aðildar sveitarfélögin. Óskað er eftir umboði sveitarfélagsins til þess að gera viðaukasamning undir merkjum sóknaráætlunar við mennta- og barnamálaráðuneytið vegna sameiginlegs farsældarráðs. Er einhverju sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir að veita stjórn SAS umboð til að gera viðaukasamning undir merkjum sóknaráætlunar við mennta- og barnamálaráðuneytið. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá, Arnar Drangur, HSES, óskum samstarf við byggingu búsetuúrræðis. Á 257. fundi byggðarráðs var erindi tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Byggðarráð fagnar ákvörðun Arnar Drangs, HSES, uppbyggingu búsetuúrræðis fyrir fatlað fólk á Hvolsvelli. Uppbygging úrræðisins hefur verið í umræðu langt skeið og ljóst að þörfin til staðar. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkt verði þátttaka í verkefninu og hlutur sveitarfélagsins með stofnframlagi verði samþykktur. Viðauki við fjárhagsáætlun verði unnin þegar ljóst liggur fyrir hver hlutur sveitarfélagsins verður. Er einhverju sem vill tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og góði fundarmenn, mér langar bara að lýsa yfir ánægju minni með það að Arnar Drangur sé nú að fara undirbúa byggingu þessa búsetuúrræðis hér í Rangárþingi eystra. Eins og við vitum öll að þá var gerð þarfagreining á þessu fyrir allnokkrum árum síðan, sennilega 2017 eitthvað svoleiðis. Þá var von okkar að hér yrði farið að byggja en þá varð niðurstaðan að þau þyrfti að ljúka við að byggja búsetuúrræði í Árborg fyrst, þannig að nú er röðin komin okkur sem er mjög ánægjulegt. Ég legg til að sveitarstjórn lýsi yfir ánægju sinni með verkefnið og mér langar líka að lýsa yfir ánægju minni yfir því að nú fáum við fundargerðir Arnar Drangs til kynningar í sveitarstjórn og getum þar með frekar fylgst með því sem framfer á þeim vettvangi. Takk. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Árný, gjörðu svo vel. Góðir fundarmenn og gestir, mér langar líka bara að lýsa yfir mikill ánægju með það að þetta úrræði skuli koma hérna til okkar. Okkur vantar þetta og það verður bara mjög gaman að sjá framvindu byggingar á svæðinu og gæði fyrir þá sem á þurfa að halda. Takk fyrir. Takk fyrir Árný. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Mér langar bara til að taka undir með þeim sem hafa talað undir þessum lið. Þetta er bara afskaplega ánægjulegt verkefni. Ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og fagnar ákvörðun uppbyggingu búsetuúrræðis fyrir fatlað fólk á Hvolsvelli. Sveitarstjórn samþykkir þátttöku í verkefninu með stofnframlagi sveitarfélagsins. Stofnframlag verður 12% af heildarbyggingakostnaði og gerður verður viðauki við fjárhagsáætlun þegar ljóst liggur fyrir hver hlutur sveitarfélagsins verður.
Þeir sem þetta samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 8. liður á dagskrá, Ásahreppur erindi vegna sameiningar sveitarfélaga. Lagt fram erindi sveitarstjórnar Ásahrepps þar sem óskað er eftir afstöðu sveitarstjórnar Rangárþings ytra og Rangárþings eystra til að hefja formlegar viðræður þessara 3 sveitarfélaga í Rangárvallasýslu sameiningu. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Afsakið. Takk oddviti. Þannig ég verði nú ekki svo kráka hérna í rúndi. Heyrði, mér langaði að koma aðeins hérna upp og þarna ávarpa þetta erindi. Nú liggur fyrir ákvörðun að nágrannar okkar í ytra að ganga ekki til samningaviðræðna samningu þess að 3 nágrannar sveitarfélaga og þarna ég ætla svo sem ekkert að tjá mig það. En eftir situr að við þurfum að taka ákvörðun erindið og mér finnst þarna við kannski þurfa að segja hvað okkur í brjósti býr með þetta. Þó að þeir séu búin að hafna sínu erindi þá finnst mér það ekki fyrir okkur þeirri ábyrgð að taka afstöðu til erindisins. Og ég held svo sem að það hefði verið svolítið fljótt hlaupið af stað að fara í formlegar viðræður án nokkra gagna þó að vissulega hafi verið til einhver rammi eftir seinustu sameiningaviðræður. Þá held ég að það hefði verið vont að hlaupa af stað í formlegar viðræður án þess að afla nokkra gagna. En ég held að við ættum að taka afstöðu til beiðnarinnar líkt og Rangárþing ytra gerði þó að í rauninni tillagan sé eins og hún liggur núna sé fallin þá kannski sitjum við uppi með það að það komi fleiri tillögur og við þurfum þá kannski vera bara skýr í okkar afstöðu. Hvað viljum við? Hvert stefnum við? Erum við opin fyrir sameiningum eða erum við það ekki? Og slíkt. En það er mín skoðun. Takk. Takk fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Eins og Bjarki kom inn á að þá náttúrulega í rauninni þetta erindi sem okkur barst frá Ásahreppur þessa sameiningu, það sem var í rauninni lagt til og boðað til viðræðna þessara 3 sveitarfélaga, hún í rauninni fallin náttúrulega sjálft sig með því að Rangárþing ytra hafnaði henni. Og ég ætla svo sem ekki að standa hér og rökræða þá ákvörðun þeirra, sitt sýnist hverjum væntanlega það. Ég hef svo sem talað oft á tíðum bara fyrir sameiningu á ýmsan hátt og mér finnst þetta náttúrulega alltaf, þetta alltaf í höndum íbúan okkar. Við getum unnið vinnuna, við getum unnið greiningavinnuna, en þegar upp staðið að þá þetta í höndum íbúa og þeir fá að kjósa. Þannig að ég hefði alveg viljað sjá að íbúarnir okkar þessar sveitarfélaga fengi að kjósa þetta. En svo má líka náttúrulega það kannski eins og kemur fram í bókun hjá Rangárþing ytra og kom fram í þessari skoðanakönnun sem Ásahreppur keyrði samhliða forsetakosningum, að það kannski svolítið erfitt að fara af stað í sameiningaviðræður þegar íbúar eru búin að fella það, þó að sé í rauninni í skoðanakönnun. En ég sé í rauninni ekki hvaða afstöðu við getum tekið til erindisins, við getum karpað það hér hvort að við höfum tekið jákvætt í það eða neikvætt eða viljað fara. Ég tek alveg undir með Bjarka, kannski við áttum náttúrulega einn óformlegan fund með þessum sveitarfélögum varðandi mögulegar sameiningar núna í mars eða eitthvað svoleiðis. Ég tek undir með það áður en að í formlegar viðræður hefði verið farið, hefði nú verið gott að funda kannski nokkur sinnum og ræða þetta þar heldur en að fá þetta strax formlega upp á borðið. Samanber og við gerðum bara í síðustu sameiningaviðræðum, við fundum örugglega 5 eða 6 sinnum í aðdraganda þessi 5 sveitarfélög áður en var ákveðið að fara í formlegar. Þannig að ég tek, það kannski eyðileggur svolítið þess að vinna að það skildi strax koma formlegt, að við skildum ekki
taka það meira. En ég sé svo sem ekki einmitt að við þurfum að bóka eitthvað varðandi afstöðu. Ég held að málið sé fallið sjálft sig að svo stöddu og að bara fyrir mína part að ég alltaf tilbúin að ræða þessi mál og ef það kemur einhver önnur tillaga þá bara skoðum við hana. En þessi per se er í rauninni bara út úr myndinni. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég legg til við tökum stutt fundarhlé, allt þegar þrennt er. Já, velkomin aftur. Við erum í 8. dagskrárlið fundarins Ásarhreppur erindi vegna sameiningar sveitarfélaga. Það var lagt fram erindi frá Ásarhrepp þar sem óskar eftir afstöðu sveitarstjórnar Rangárþings ytra og eystra til að hefja formlegar viðræður þess að 3 sveitarfélaga í Rangárvallasýslu um sameiningu. Einhverjir fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar í ljósi ákvörðunar sveitarstjórnar Rangárþings ytra þann 12. júní 2024 þar sem erindi Ásarhrepps formlegar sameiningarviðræður sveitarfélaganna í Rangárvallasýslu var hafnað, lítur sveitarstjórn svo á að forsendur séu brotnar og hafnar Rangárþing eystra því erindinu. Þeir sem það samþykkja réttu pent, það er samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá fundarins Sæmundarstofa ósk þátttöku í stofnun. Lagt fram erindi Oddafélagsins þar sem óskað eftir þátttöku sveitarfélagsins í stofnun Sæmundarstofu. Einnig lögð fram drög að skipulagsskrá félagsins og drög að samning Oddafélagsins við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Eru einhverju fundarmenn sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu erindisins og óskar eftir fundi með Oddafélaginu þar sem verkefnið yrði kynnt nánar. Þeir sem það samþykkja réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. 10. liður á dagskrá leikskólinn Aldan, skóladagatal 2024-2025. Á 19. fundi fjölskyldu nefndar, eða ráðs nefndar. Fjölskyldunefndar var skóladagatal 2024-2025 leikskólans Öldunar tekið fyrir. Eftirfarandi bókun var samþykkt. Fjölskyldunefnd samþykkir framlagt skóladagatal fyrir leikskólan Ölduna skólaárið 2024-2025 og leggur til við sveitarstjórn að það verði samþykkt. Þá ber ég skóladagatal Öldunar 2024-2025 upp til samþykktar þeir sem samþykkja það réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. 11. liður skóladagatal Hvolsskóla 2024-2025. Á 18. fundi fjölskyldunefndar var skóladagatal Hvolsskóla 2024-2025 tekið fyrir. Eftirfarandi bókun var samþykkt. Skóladagatal Hvolsskóla 2024-2025 samþykkt með 5 atkvæðum, SKVF, RBAB, óþ og LBL. Á móti 2 atkvæði, ALS og HO. Ég ber hér með skóladagatal Hvolsskóla 2024-2025. Var ég búinn að bjóða fundamönnum að... Nei, ég glemdi því. Fann það á mér að það var eitthvað. Er einhver sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki þá ætla ég að bera skóladagatal Hvolsskóla 2024-2025 upp til staðfestingar þeir sem staðfesta það réttu pönt og það er samþykkt samhljóða. 12. liður, það eru landskipti Dímonavegur, vegsvæði. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og hinn nýja staðfangsnefndin leggur til við sveitarstjórn að landskiptin verði samþykkt. Er einhver sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við landskiptin og nýja staðfang. Þeir sem samþykkja það réttu pönt, það er staðfest samhljóða.
óskum breytingu á Kanastaðavegi. Landeigandi að Kanastöðum L163872 óskar eftir Kanastaðavegi verið lokað og komið fyrir umferðarmerki. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að hafna erindinu. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta mál? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem staðfesta það, rétt upp hönd. Það staðfest samhljóða. Sveitarstjórn hafnar erindur og staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Já, það samþykkt samhljóða. Og 14. liður aðalskipulag breyttir skilmálar í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að lýsingin verði auglýst og kynnt almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan 14. lið á dagskrá? Ef svo, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti. Það er nú bara rétt aðeins að koma hérna upp og þarna fylgja þessu hlaði að hérna umræða breytingar á skilmálum í aðalskipulagi sem tekur til áfangaskiptinga framkvæmda í dreifbýli, stærri framkvæmda, íbúabyggðar í þar sem verið að skipuleggja íbúasvæði í dreifbýli. Það gerð krafa að framkvæmdu verði áfangaskipt. Þannig að það sé ekki hægt að ráðast í þarna uppbyggingu á öllu skipulagssvæðinu í einu. Ég held að þetta sé jákvæðar breytingar og mun samþykkja þær. Þarna líka verið að taka á skógræktar ákvæðum og verið að auka heimild til skógræktar án þess að fara í framkvæmdaleyfis. Þarna tiltekin breyting úr 3 hekturum upp í 20 hektara og þarna það svo sem eitthvað sem að mér finnst að mætti ræða í sveitarstjórn áður en að það verður samþykkt. Þetta verulega breytingar. Ég svo sem ekki mótfallinn skógrækt og kem til með að samþykkja þessa breytingu. En mér finnst rétt að árétta þessa verulegu breytingu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir framkomna lýsingu. Óskað eftir umsókn Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila og kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 15. liður aðalskipulag Barkastaðir. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur einnig til í sveitarstjórn að breytingin verði send til Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað í 15. lið sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá les ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að aðalskipulagsbreytingin verði send til Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem staðfesta rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það deiliskipulag Barkastaðir, 16. liður á dagskrá fundarins. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða?
Ef ekki þá ber ég eftirfarandi upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að deiliskipulagstillagan verði send til Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem staðfestir það rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 17. liður deiliskipulag strönd 1a. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn deiliskipulagstillagan verði auglýst samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða frekar? Ef svo ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem það samþykkir rétt upp hönd. Það staðfest samhljóða. Og 18. liður deiliskipulag Austurvegur á Hvolsvelli. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að sveitarstjórn deiliskipulagsbreyting verði auglýst og kynnt fyrir lóðarhöfum og send til umsóknaraðila samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki þá ber ég eftirfarandi upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir fyrirgefðu Lilja. Aðeins og fljótur á mér hérna. Gjörðu svo vel. Já, oddviti, góðir fundarmenn, takk fyrir það. Ég var bara að velta fyrir mig hvort við getum aðeins varpað þessum svæðum upp og fengið bara smá svona yfirlit. Mér finnst mér vantar bara aðeins upplýsingar eða þetta fylgir svo aðeins úr hlaði bara fyrir okkur. Takk. Og oddviti kannski bara getur gert það hér. Ég ætla að leyfa sveitarstjóra að stíga í pontu og fara aðeins yfir þetta. Gjör svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það, þetta sjálfsagt. Þetta snýst fyrst og fremst bara þjóðveg 1 í gegnum Hvolsvöll sem búið að vera í rýni núna undanfarið ár hjá Vegagerðinni og hjá okkur hjá sveitarfélaginu og komin í rauninni kostnaðaráætlun og framkvæmdaáætlun og næsta skref, þetta fer í svona umferðar- og öryggisrýni. Nú liggur fyrir hvernig þetta getur verið, þá varðandi gönguþveranir, varðandi beygjuvasa, aðrennar og frárennar og nú verið að setja það í skipulag þannig að það sé hægt að vinna eftir því og eins að lóðirnar, það náttúrulega að kynna fyrir lóðarhöfum líka sem nú að mestu leyti bara við á þessu svæði en þetta hefur áhrif á nokkra lóðir en þetta skipulag til mikilla bóta og það er búið að leysa í rauninni vandamál varðandi gönguþveranir á milli yfir þjóðveginn. Þetta búið að vera til umræðu lengi og þetta verður allavega þegar að þetta komið að þá orðið ekkert því til fyrirstöðu að við fáum Vegagerðina fullum krafti til þess að fara í þessar framkvæmdir. Af því að við erum búin að vera að kalla eftir gönguþverunum, við erum búin að kalla eftir viðhaldi á þjóðvegi nr. 1 í gegnum Hvolsvöll lítið sinnt og þegar því sinnt eins og núna daginn þegar það var ákveðið að planta hér hjá okkur tjöru í gegn þá það illa gert og tjara upp alla veggi og út alla bíla þannig að þessi vegur hefur bara fengið afskaplega lítið viðhaldi gegnum tíðin og algjörlega komin tími á bara varðandi umferðar öryggi og flæði hér í gegnum Hvolsvöll. Þannig að takk. Takk fyrir Anton Kári og Bjarki hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Bjarki. Takk út í því. Mér langaði nú bara að koma fram út af því að Anton Kári opnaði þarna á Austurveginn okkar og umræðum þær framkvæmdir sem hafa verið. Mér langaði kannski að spyrja hvort að við höfum einhverjar væntingar til þess að Vegagerðin fari í þessar framkvæmdir eitthvað á næstunni. Eins og Anton Kári kom inn á áðan þá hefur Austurveginu verið sinnt afskaplega illa og það mátti nú litlu muna að hann væri orðinn að malavegi í vor og það var einmitt gripið til þeirra snjöllu lausnar að planta sundlaug hérna á Austurveginn. Og ég legg bara til að við skorum á Vegagerðina að hún sinni og fara í uppbyggingu samkvæmt skipulagi og hefji framkvæmdir sem allra fyrst því að þetta til skammar. Takk.
Takk fyrir þetta Bjarki. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það eru fundamenn, takk fyrir þetta. Ég vissulega þekki þetta skipulag, það búið að vera mörg ár í pípunum, mér fannst bara svo lítilsháttar breytingar, ég kom ekki alveg auga á hvar þær væru og ég tek undir með Bjarka og ég fagna því ef að þetta er að komast á þann stað að sé hægt að fara í framkvæmdir og að við skorum á Vegagerðina að hefja þessar framkvæmdir eins fljótt og kostur enda er umferð þennan veg mjög mikil og mjög mikilvægt að öryggi gangandi vegfarenda og annarra sé tryggt. Takk. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja ræða 18. liður dagskrá? Ég vil bara nýta tækifærið og taka undir með þeim sem hér hafa talað. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvæg framkvæmd og bara skora á Vegagerðina að halda áfram með verkefnið og klára það sem allra fyrst. Ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 40. og 1. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þess sem það staðfesta réttu bönd. Fundarhlé eða? Nei, Anton Kári hefur beðið orðið. Enn og aftur er oddviti hérna með fljótfærni og það er eins og hún liggi eitthvað á í dag, en ég biðst afsökunar á því og Anton Kári gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Ég bara tek heilshugar undir það sem kom fram hjá Bjarka og henni Lilju varðandi áskorun á Vegagerðina. Ég held að það eigi svo sem ekki heima í akkurat þessu máli. Þetta er auglýsing sem er bara að fara af stað í ferli. Tillagan verður auglýst. Ég held bara fyrir næsta sveitarstjórnarfund þá eigum við bara, eða þegar skipulagið hefur tekið gildi, að þá eigum við náttúrulega að leggja það fram. Herðu Vegagerð, hér erum við komið með samþykkt skipulag, nú er það ykkar að taka það áfram. Ég sé ekki alveg ástæðu að blanda þig í bókun skipulags- og umhverfisnefndar og staðfestingu á því fyrir deiliskipulag sem er að fara í auglýsingu. En ég bara styð það heilshugar að við komum fram bara með öflugan rökstuðning og öfluga ályktun. Skipulags- og umhverfisnefnd er að fara að funda með Vegagerðinni núna í júní líka og það er þetta náttúrulega á dagskrá að ég veit. Þannig að en bara hið besta mál. Ljómandi gott. Fleiri sem vilja taka til máls hér. Aðeins að bíða hérna á allt bara gott. Þumallinn upp og við höldum þá áfram og ég ætla að lesa þá eftirfarandi bókun til staðfestingar sveitarstjórnar staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þess sem það samþykkja réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. 19. liður á dagskrá er deiliskipulag Ytra-Seljaland Heiði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur því til að aðalskipulags- og deiliskipulagsbreyting verði ekki heimiluð að svo stöddu. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki að þá legg ég eftirfarandi fram. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem það staðfesta réttu bönd. Og hafnar sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar erindinu. Að hafna það. Já.
og staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Svona, sveitarstjórn hafnar að heimilt verði að fara í aðals- og deiliskipulagsbreytingu og staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem það samþykkja, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. liður á dagskrá er aðalskipulag miðbæjarsvæði Hvolsvallar. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að íbúðafjöldi verði að hámarki 120 á svæði M3 og leggur til sveitarstjórn að leiðrétt lýsing verði send til umsagnar og kynnt fyrir almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykki framkomna lýsingu. Fyrirgeðu, Lilja. Já, augnablik, ágætu áhorfendur. Við erum aðeins að kasta hérna upp á skjáin hjá okkur. Ég ætla nú ekki að lýsa því sem fyrir augu ber, en bara svona aðeins til að við áttum okkur betur á þessu. Og viltu koma í pontu? Takk, já. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það eru fundamenn, takk fyrir það. Ég var aðeins að rýna í gögnin í gær og var ekki alveg með þetta á kristaltæru, fannst mér hvar væri fyrst og fremst verið að auka íbúafjölda á hvaða reitum og vildi bara varpa fram þeirri spurningu hér hvort að hver breytingin er á þessum mikilvægu svæðum okkar hér í miðbænum, þar að segja svæðið hér sem er skipulagt fyrir verslun og þjónustu á jarðhæð eða á öðrum reitum, hvort að það er verið að breyta einhverju þar og við getum átt á hættu kannski með því móti að svo komi deiliskipulagstillaga í framhaldinu af aðalskipulagsbreytingu og óska verði eftir því að það sem okkur finnst eigi að vera verslun og þjónusta og komi breytinga óskum að það verði íbúðir. Mér langar að fá svör við þessu áður en lengri haldi. Takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Þessi breyting snýst aðallega tvennt. Það er stækkun svæðisins út frá vilyrði sem var veitt í byggðarráði byggingu hótels fyrir vestan, norðvestan við þjóðveginn og svo er þetta M3 þar sem hefur verið að auka byggingamagn. Það hefur verið að horfa á reitin í heild. Það er að hefjast vonandi innan tíðar uppbygginga á miðbæjarreitnum okkar og bara við hönnun kemur ljós að það er hægt að nýta hann miklu betur og þetta er eitt af því sem við þyrftum líka að fara að skoða í rauninni á öðrum reitum hjá okkur. Okkur hefur verið svolítið gjarnt að vera með allt og lítið nýtingarhlutfall. Við erum að takmarka rými sem á byggjarlóðum. Við eigum að fara vel með land og við erum sjálfa að hvetja í dreifbýlinu til að það sé ekki verið að ganga á land að óþörfu, þannig að við erum að líta fermetran okkar betur. Þetta hefur ekki, ég held ekki alveg fullyrt, auðvitað get ég ekki fullyrt að koma einhvern tímann aðalskipulagsbreyting, en þá er það sér breyting ef á að breyta notkun. En ég hef ekki áhyggjur af því þarna að það sé verið að færa verslun og þjónusturými bara íbúðir. Það er áfram gert ráð fyrir á M1 á miðbæjarsvæðinu verslun og þjónustu á allri jarðhæðunum og svo er bara verið að fjölga íbúðum sem það mátt vera. Því að við vorum líka, þegar við vorum að vinna þetta skipulag á sínum tíma, það er orðið svolítið bara, tímarnir eru fljótir að breytast, þá var eftirspurn eftir stærri íbúðum, nú eru íbúðurnar að minnka. Það er kannski fyrir þessi almenna stærð sem var hér á 80-90, það er að detta niður í 50-60 og þá truflar okkur í aðalskipulagi fjöldi íbúða. En þetta er kannski skipulagsnefndarmenn sem eru hér inni geta líka kannski farið yfir ef ég er að gleyma einhverju. En takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Ég
bregst við kallinu frá þess sveitarstjóra sem skipulagsnefndarmaður og gefum upp. Þetta svo sem að mestu upptalið hjá Antoni Kára. Þarna náttúrulega að ræða breytingu á íbúafjölda í miðbænum og það þetta M3 svæði sem að nær eftir öllum Hvolsveginum og milli Hvolsvegs og Hlíðarvegs og þar upp úr og þar var nú til umræðu að taka hugsanlega mætti nýta einhver græn svæði þar til uppbyggingar. Ég er hrifinn af þessum grænu svæðum sem við höfum þó að það megi vissulega nýta hugsanlega eitthvað. En ég heldur megum líka passa okkur á því að þétta ekki of því að þarna það ákveðin sjarmur hérna yfir bæjarfélaginu, þessi miklu grónu svæði og þarna þau eru ákveðin kennileiti fyrir okkur og þarna ég heldur megum passa okkur verulega á því að byggja ekki á öllum okkar grænum reitum því að þeir eru líka gæði. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi 20. dagskrárlið aðalskipulag miðbæjarsvæði Hvolsvallar? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykki framkomna lýsingu. Óskar eftir umsókn skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila og kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 21. liður aðalskipulag brú. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem staðfesta það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 22. liður, það deiliskipulag brú. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað undir 22. dagskrárlið sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 23. liður á dagskrá aðalskipulag Fornhagi. Fletta hérna hjá mér. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við lýsingunni og leggur til við sveitarstjórn og hún verði send til umsagnaraðila og kynnt fyrir almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir framkomna lýsingu. Óskað eftir umsögn skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila og kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Skipulagsbreyting Butra. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að skipulagsbreytingu verði afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað í þessum lið sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna að hún verði afgreidd í samræmi við 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og liður númer 25, það aðalskipulag Bergþórugerði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað í þessum lið sem fundarmenn vilja ræða frekar?
Ef ekki að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna að hún verði afgreidd í samræmi við fyrirgefið 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Fundarmenn sem samþykkja það rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og númer 26 á dagskrá er deiliskipulag Bergþórugerði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórnar að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá ætla ég að lesa hér eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og númer 27 er deiliskipulag Drangshlíðar Dalur 3B. Engar athugasemdir bárust og leggur því skipulags- og umhverfisnefnd til að breytingin verði afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað þarna sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir til að vera afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Og númer 28 á dagskrá fundarins í dag er deiliskipulag Kirkjulækjarkot, bakki 1. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn og deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá les ég eftirfarandi til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Þau sem samþykkja það rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá er liður 29. Það er fundargerð byggðarráðs 257. fundur. Þannig er sem sagt fundargerðin lögð fram til staðfestingar í heild sinni. Er eitthvað hér sem fundarmenn, eitthvað í fundargerðin sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, að þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana samþykkja rétt upp hönd. Hún er samþykkt og er staðfest samhljóða. Liður númer 30, það er byggðarráð 257. fundur og fundargerðin lögð fram til staðfestingar í heild sinni. Er einhvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta rétt upp hönd, hún er staðfest samhljóða. 31. liður á dagskrá fundarins er orlof húsmæðra. Skýrsla og ársreikningur 2023. Lögð fram til kynningar skýrsla stjórnar og ársreikningur orlofsnefndar húsmæðra 2023. Er einhvað í þessum lið sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, já, þetta er lagt fram til kynningar. Þá höldum við bara áfram í næsta lið og þar er lögð fram til kynningar SHÍ umsögn vegna breytingar á heilbrigðiseftirliti. Lögð fram til kynningar umsögn SHÍ vegna skipunar stýrihóps á vegum umhverfis, orku og loftslagsráðuneytisins vegna breytingar á heilbrigðiseftirliti. Er einhvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá er dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar tæmd og fundi slitið og ég bara óska öllum bara þakka fyrir gott samstarf og fundamanna og óska íbúum góðs sumars. Takk fyrir.